Góðir gestir, ég býð ykkur öll hjartanlega velkomin til þessa 5. viðburðar í nýrri fyrirlestrarröð Háskóla Íslands, Háskólinn og samfélagið. Markmiðið með fyrirlestrarröðin að fjalla á þessu og næstu misserum viðfangsefni sem í brennidepli í samfélagsumræðunni og þar með framfylgja einu lykilstefi HÍ21, stefnu Háskóla Íslands 2016 til 2021, en einkunnarorð hennar eru öflugur háskóli, farsælt samfélag. Heiti þessara fyrstu lotu fundarraðarinnar best fyrir börnin og kastljósinu beint að velferð barna og ungmenna. Samtals boðið upp á 6 fyrirlestra á þessu vormisseri og þetta sá næst síðasti í röðinni. Fyrirlestrarnir eiga allir það sameiginlegt að í þeim fjallað málefni varða börn og ungmenni, svo sem andlega líðan, hreyfingu, svefn, hugmyndir útlit, læsi, mataræði og félagsleg samskipti. Á fyrirlestrunum stefnt saman vísindamönnum Háskóla Íslands, fagfólki víða á samfélaginu sem vinnur með börnum og ungmennum. Óhætt að segja að þetta framtak Háskóla Íslands hafi fengið góðan hljómgrunn og hafa fyrirlestrarnir verið mjög vel sóttir. Sýnir þetta ljóslega að það bæði þörf og áhugi meðal fagfólks og almennings á að miðla rannsóknum, fræðast og ræða saman mikilvæg samfélagsleg málefni líðandi stundar og leita lausna til að styðja einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið í að tryggja velferð barna og ungmenna. Og það sérlega ánægjulegt að segja frá því að fyrirlestrarröðin best fyrir börnin hefur verið tilnefnd til foreldraverðlauna samtakanna Heimili og skóli og fer afhending verðlaunanna fram að viðstöddu mennta- og menningarmálaráðherra Lilju Dögg Alfreðsdóttur í Safnahúsinu 15. maí næstkomandi, það í næstu viku. Öll viljum við búa börnum okkar sem besta framtíð og að þau geti blómstrað í lífi og starfi. Mikilvægasta forsenda slíkrar velgengni góð heilsa en helstu undirstöður hennar svefn, næring, hreyfing og andleg vellíðan. Í erindunum hér í dag verður sjónum beint að fyrstnefndu 2 þáttunum, næringu og svefni og innbyrðis tengslum þeirra. Fyrirlesarar okkar 2, það Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor við matvæla- og næringafræðideild Háskóla Íslands og Erna Sif Arnardóttir, nýdoktor við læknadeild Háskóla Íslands. Í erindi sínu mun Ingibjörg fjalla mikilvægi næringar allt frá fósturskeiði til unglingsára með áherslu á næringarefni sem tengjast þroska barna. Hollt mataræði og hæfileg neysla næringarefna undirstaða vaxtar og þroska barna en of eða vannæring getur ekki aðeins haft skaðleg áhrif á líkamlega heilsu heldur einnig og andlegt aðgerfi barna og getu þeirra til að læra. Erna Sif fjallar mikilvægi góðs svefns fyrir andlega og líkamlega heilsu barna og samspil svefns og líkamsklukku sem hefur mikil áhrif á þætti á borð við syfju og hvenær börn sofna. Í erindi sínu mun Erna Sif meðal annars fræða okkur hagnýt ráð til að hjálpa börnum og unglingum sem eiga erfitt með að sofna á kvöldin og að vakna snemma á morgnana. Við þekkjum þetta flest. Áður en ég gef fyrirlestrunum orðið vil ég benda á að gert ráð fyrir virkri þátttöku gesta á fundinum, auk þess sem upptak á honum verður aðgengileg á vef Háskóla Íslands, hi.is, undir Háskólinn og samfélagið að fundi loknum. Steinunn Gestsdóttir, aðstoðarrektor, mun stjórna umræðum hér á eftir. Að lokum vil ég vekja athygli á því að 7. og síðasti viðburðurinn í fundaröðinni best fyrir börnin verður haldinn fimmtudaginn 31. maí næstkomandi og munu þá Viðar Halldórsson, dósent við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, Gunnar Valgeirsson, prófessor við California State University og Stefán Arnarsson, handknattleiksþjálfari og íþróttastjóri KR, fjalla það hvernig við höldum gleðinni í íþróttastarfi á tímum atvinnu og afreksmennsku. Góðir gestir, ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni og gef Ernu Sif orðið. Kærar þakkir. Ég vildi þakka rektor og Háskóla Íslands kærlega fyrir þetta tækifæri til að fá að kynna mikilvægi svefns og tengingu svefns og næringar hér í dag því að börnin og unglingarnir jú framtíð landsins.
Það sem ég ætla að fjalla í mínum hluta af fyrirlestrinum sem sagt af hverju, ég ætla að segja eitthvað stuttlega fyrir því, af hverju við þurfum að sofa og hversu lengi börn og unglingar þurfa að sofa til að ná góðri hvíld. Og fjalla aðeins eðlilegan svefn og dægursveiflu, svokallaða líkamsklukku og mikilvægi þess fyrir börnin okkar. Og í lokin að fara yfir svona hin ýmsu ráð til þess að bæta svefnin, því ég get ímyndað mér að margir sem að hlusta eru í vandræðum og vantar aðstoð til að börnin að ná í betri svefni. Eins og rektor nefndi þá lítum við á að það séu svokallaðar grunnstoðir heilsu. Það er að segja hreyfing, mataræði eða næring, svefn og andleg vellíðan. Og ef ein af þessum grunnstoðum fer að bresta þá tekur hún aðrar með sér. Þær eru ekki einangraðar, þannig að í dag munum við fókusera sérstaklega á hvernig svefn og mataræði tengist, en auðvitað líka tenging við hinar. Hversu vel manni líður, hversu streitaður maður hvort að maður sé að sinna hreyfingu, þetta tengist allt fernt. En af hverju þurfum við að sofa? Við sofum ju 1/3 af ævinni, þannig að við skulum nú vona að þetta sé ekki tímasóun. Það væri ansi sorglegt ef svo væri. Þannig að í mjög stuttu máli ætlaði ég að segja ykkur að svefn virkt ástand. Það endurnýjun og endurbygging sem á sér stað á meðan við sofum. Og við getum hugsað þetta þannig að þegar við vökum þá erum við að eyða upp byrðunum okkar. Við erum að nota upp prótein og aðrar stórsameindir og meðan við sofum þá erum við að byggja þetta aftur upp. Svefn einnig gríðarlega mikilvægur fyrir minni og það besta sem maður getur sagt við unglinga sem að læra fyrir próf að ná góðum svefni fyrir prófið, ekki að vaka fram eftir til að læra, því að við stöndum okkur betur eftir að hafa sofið þegar við höfum innbyrt mikið af upplýsingum, að við sofum áður en við förum í prófið, þá stöndum við okkur betur í prófinu. En eðlilegt svefnmynstur, það lítur svona út, þetta kannski flókið við fyrstu sýn, en ég ætlaði bara að benda svona á nokkur svona lykilatriði í þessu grafi. Í fyrsta lagi að svefnin kemur í svona hringjum. Þetta sem sagt 8 klukkustundir svefns hér og við erum með svona cirka 90 mínútna hringi sem að við förum úr vöku. Það eðlilegt að taka okkur kannski 10-15 mínútur að sofna, förum beint í svona grunnan svefn og eyðum svo talsverðum tíma í djúpsvefni. Og djúpsvefn annar af þessum svefnstigum sem lykilatriði fyrir heilsu. Þetta mest endurnærandi svefnstigið og ef við fáum engan djúpsvefn vegna einhvers konar svefnerfiðleika, þá vöknum við rosalega þreytt og óendurnærð að morgni. Djúpsvefn sérstaklega mikilvægur fyrir börn og ef við myndum setja upp sams konar mynd fyrir börn, þá væri enn meiri djúpsvefn þar. Og við vitum það að djúpsvefn hjá börnum, það það sem á vaxtarhormónum seitt. Þannig að þegar ég segi við minn áttur eða einhver segir við hann rosalega stækkar þú vel og fljótt og hann segir já það því ég sef svo vel. Hann áði þetta svefnsérfræðing sem móður. En djúpsvefnin gríðarlega mikilvæg fyrir börnin okkar og við vitum að það oft erfiðara að vekja börn en fullorðna og það því að þeirra djúpsvefn svo mikill og sterkur. Hitt rosalega mikilvæga svefnstigið svokallaður draumsvefn eða REM. Það stendur fyrir Rapid Eye Movements, það þessar hröðu augnhreyfingar sem eiga sér stað þegar við erum að dreyma. Og við sjáum að djúpsvefnin á svona svolítið fyrripart nætur, draumsvefnin meira seinnipart. Þannig að við skerðum svefnin nótt eftir nótt eftir nótt, þá vantar okkur mjög mikið upp á þennan mikilvæga draumsvefn. En hvað þurfa börnin okkar þá að sofa lengi til þess að þeim líði vel? Það þetta alltaf breytileiki, við þurfum að muna það engin nákvæmlega eins. Ég get ekki horft á ykkur öll og sagt þið þurfum öll að sofa í 8 klukkutíma og 5 mínútur til að líða vel. Það breytileiki milli einstaklinga sem við þurfum að bera virðingu fyrir, en það til viðmið hvað við þurfum að sofa lengi eftir aldri. Og við sjáum það frá nýfæddum börnum, 0-3 mánaða og til fullorðinna að svefnþörfin minnkar með árunum. En ef við horfum á krakka til dæmis 3-5 ára, þá meðal svefnþörfin 10-13 tímar, skólakrakkar 6-13 ára, meðaltalum 10 tímar sem þau þurfa að sofa og unglingar, sem eitthvað sem við virkilega þurfum að muna, að meðaltalið þurfa unglingar 8-10 tíma svefn. Þannig að 9 klukkutímar svona lykiltalan fyrir unglinga að sofa og við vitum það að íslensk ungmenni að sofa mun styttra en þetta, sem mikið áhyggjuefni. En hvað gerist þá ef við erum að neita börnunum okkar þennan svefn? Og það svo skrítið með börn, ef við við fullorðin erum mjög syfjuð, þá fyrir við að dotta í þessum fyrirlestri eða það sem við sofnum undir stýri og svona slaknar á okkur. En það gerist almennt ekki hjá krökkum sem eru illa sofin.
illa sofin börn, þau verða pirruð, það er sem sagt að verða meiri skapsveiflur, við finnum það nú sjálf líka, en þau sýna þetta meira með athyglisbrest, með ofvirkniseinkennum og bara meiri skapsveiflur, verra minni auðvitað, verri einbeiting. Þannig að við getum ímyndað okkur að börn sem eru föst í skólastofu í 8 tíma og illa sofin, þau sofna ekki fram á borðið, þau sýna okkur pirringinn sinn. Þetta er kannski ekki eitthvað sem við tengjum endilega beint við að þau séu illa sofin. Annað sem er mjög mikilvægt sem gerist þegar við sofum á stutt sem að Ingibjörg mun fara nánar út í er að hvort sem það eru börn eða fullorðnir að við förum að sækja í kolvetnarík matvæli. Við erum illa sofin, við sækjum í óhollustu, við sækjum í koffeindrykki, við sækjum í sykur, við sækjum í allt sem heldur okkur gangandi. Þannig að Ingibjörg mun fjalla betur um það í seinni hluta erindisins. Ég mæli hygglust með því að þið ræðið við börnin ykkar og unglingan ykkar hvert mikilvægi svefns er og hvað gerist að við erum að sofa stutt, bæði við námsárangur, skapsveiflur og líka reyna að ná til þeirra með öðrum þáttum eins og að skoða íþróttaárangur. Við vitum það að það er talsvert af rannsóknum sem sýna að ungmenni sem eru meðal annars í afreksíþróttum, ef þau sofa of stutt, að þá gengur þeim verri í íþróttum. Það er minni hitni, það er minna þol, það er minni styrkur og ef við lengjum svefninn, þá er hægt að bæta þetta allt saman. Þannig að það er hægt að ná kannski til krakka líka með því að ræða þetta við þau á þessum nótum. Sama á við útlit. Að við erum sem sagt fallegri þegar við erum vel sofin. Það hafa verið teknar myndir af sama fólki, vel sofnu og illa sofnu. Og þetta kannski, við erum kannski að tala um ýkt dæmi hérna, svona fræga konu. Við erum kannski ekki að tala um svona mikinn mun á útliti. En við erum þó að tala um raunveruleg áhrif á útlit þegar við erum vel sofin. Ef við skiptum yfir í að ræða dægursveiflu eða svokallaða líkamsklukku, þá væri það þannig, ef það væri ekki til neitt kerfi í líkamanum, þessi dægursveiflukerfi, þá ættum við alltaf að verða syfjari og syfjari og syfjari eftir því sem líður á daginn. Það er að segja frá því við vöknum hérna 9 morguninn, ekki syfjuð, nývöknuð, smám saman ættu syfjan að hellast yfir okkur og kvöldmatarleyti ættum við að vera óstjórnlega syfjuð. Og það er ekki staðreyndin. Flestir upplifa ekki mikla syfju, til dæmis kvöldmatarleyti. Og ástæðan fyrir þessu er að stór hluti genan okkar og líkamsstarfseminnar okkar er mismunandi eftir tíma dags. Og þessi líkamsklukka eða dægursveifla hjálpar okkur að halda okkur vakandi yfir daginn og svo slaknar á þessu kerfi yfir nóttina. Sem er auðvitað ástæðan fyrir því að það getur verið mjög erfitt þegar fólk er í vaktavinnu eða ætlar að vaka lengi fyrir próf að læra. Það er mjög erfitt að halda sig vakandi yfir nóttina. Og þetta stórkostlega kerfi hefur áhrif á alls konar kerfi í líkamanum. Meðal annars sjáum við hérna svona 11 leyti, þetta er auðvitað ekki nákvæma tímasetningar upp á sekundur, að það er meiri árverkni. Þannig að fólk á auðveldara með að fylgjast með. Þannig að þetta er til dæmis nokkuð góður tími fyrir fyrirlestur að halda erindi. Gott fyrir mig. Í eftirmiddaginn þá er mesta samhæfnin, hraðasti viðbragðstíminn og mesti styrkleiki í hjarta- og æðakerfinu. Þannig að fyrir ólympíufara sem ætlar að slá met í íþróttinni sinni, þá er best fyrir hann að keppa á þessum tíma. Þetta er líka tími sem er best fyrir okkur að æfa upp á að ná sem bestum árangri. Blóðþrýstingur, hitastig er hæst hérna kvöldmatarleyti. Ef þið eru ekki viss hvort að barnið ykkar megi mæta í skólann daginn eftir, mælið hitann hann kvöldmatarleyti. Ef hann er of hár þá, mjög líklegt að barnið komist ekki í skólann. Og svo er hérna líka mikilvægt að muna að fyrripart nætur eftir að við förum að sofa, þá er okkur eðlislægast að fá djúpsvefnin okkar. Þannig að það að sofa á reglulegum tímum og fara að sofa á svipuðum tíma og vakna á svipuðum tíma flesta daga, það hjálpar okkur að ná sem bestum svefngæðum. Ef að svefnin okkar er á mjög breytilegum tímum, þá missum við af talsvert af þessum mikilvæga djúpsvefni. En eins og ég segi við íþróttamennina sem ég var að halda fyrirlestur fyrir, það er auðvitað einstaklingsbundið hvenær fólk hefur hámarks árangur og það er mikilvægt fyrir okkur öll að muna að þetta er ekkert eftir, það fylgir ekki allir nákvæmlega sömu klukkunni. En það sem stjórnar þessari dægursveiflu, það er sem sagt ljós sem að fer inn augun og hefur áhrif í svokölluðum heilaköngli. Og það er sem sagt aðalega morgunbirtan sem skiptir okkur máli til að halda okkur í þessum 24 tíma ryþma sem við þurfum að halda okkur í. Því að það er þannig að ef við myndum bara fara öll að búa í helli, ekki fá nein ljós og við ekki vita hvað klukkan er, þá myndum við alltaf seinka okkur smám saman. Fara að sofa aðeins seinna á hverju kvöldi og vakna aðeins seinna daginn eftir. Og ljósið, sérstaklega á morgnana, hjálpar okkur að halda okkur á réttum tíma.
Annað sem hjálpar okkur að halda okkur réttum tíma er hormón sem heitir melatonín. Þessu hormóni seytt í myrkri, náttúrulega af líkamannum, og veldur þá syfju. En ef við erum í sterku ljósi kvöld, erum annaðhvort í símum eða spjaldtölvum sem erum með mikið af þessu bláa ljósi sem líka í morgunbirtunni, að þá hefur það áhrif og minnkar framleiðsluna á melatonín og gerur okkur erfiðara að sofna á kvöldin. Þannig flestir eru með þetta innbyggða kerfi sem rúmlega 24 tímar og þetta er auðvitað sveigjanlegt kerfi. Ef við myndum flytja til Ástralíu þá myndum við á endanum jafna okkur og komast í ástralskan tíma, en það tekur svolítið tíma fyrir þetta kerfi að aðlaga sig. Svo er annað svolítið sérstakt með þetta dægursveiflukerfi. Af einhverjum ástæðum, þegar við erum á unglingsárunum, þá verður náttúruleg seinkun á þessu kerfi. Og ef við horfum hérna á myndina, þá sjáum við að í hvítu er melatonín-framleiðsla hjá börnum sem fer hérna hækkandi bara um 9 leytið og börnin eiga auðvelt með að sofna. En þið skoðið hérna unglingana í svörtu línunni að þessi náttúrulega melatonín-framleiðsla henni seinkar hjá unglingum, sem þýðir að þeir eiga erfiðara með að sofna á kvöldin og erfiðara með að vakna á morgnana á þeim tíma sem við myndum vilja að þau færu á fætur. Þannig að þetta er eðlileg breyting hjá unglingum sem við þurfum að bera virðingu fyrir í því hvernig við skipuleggjum þeirra dag og líf. En svo eru þetta aðrir hlutir sem hafa áhrif líka. Það er þessi náttúrulega seinkun, en svo eru hlutir sem við getum gert til þess að breyta, sem ég mun fara í líka. En eitt af það sem gerist er að það verður oft vítarhingur hjá unglingum. Unglingar fara seint að sofa á kvöldin, sem þýðir að þeir sofa styttra á virkum dögum, þeir þurfa að mæta í skólan, oft klukkan 8. Þeir eru þá þreyttir yfir vikuna, yfir virkudagana, og svo sofa þeir út helgar. Og þið getið ímyndað ykkur ef maður sefur til hádegis á sunnudegi, hversu auðvelt er að eiga að sofna á sunnudagskvöldi snemma til að mæta í skólan daginn eftir. Það gengur ekki upp. Þess vegna er mjög mikilvægt að halda reglu líka helgar. Fólk heldur kannski að það sé að hjálpa börnunum sínum að fá nægan svefn með því að leyfa þeim að sofa svona út helgar, en í raun erum við að ýta undir þetta misræmi á þennan vítarhring. Og sama með langa eftirmiddagsblunda sem ég veit að sumir unglingar komast í eftir skóla, það ýtir undir sama vandamál. Þannig að það er miklu betra að við getum haft svefnin bara betri yfir nóttina. En hvað getum við sem samfélag þá gert til þess að bæta svefn hjá börnum og unglingum? Eitt af því sem við þurfum virkilega að huga að er að seinka skólatímum og þá sérstaklega hjá eldri krökkum og unglingum, og það eru rannsóknir frá meðal annars Oxford og Harvard sem mæla með því að við virkilega seinkum skólatímum jafnvel til 10–11. Þannig að við erum ekki að tala um 8, hálf 9, við erum að tala um að seinka þessu talsvert. Þannig að börnin okkar hafi athygli og árverkni í skólanum og séu búin að fá nægan svefn. Sama á við morgunæfingar. Margar íþróttir eru með æfingar, sérstaklega hjá unglingum sem eru komnar í afrekshópa. Þá eru æfingar mjög snemma á morgnana sem að sama skapi skerða svefntíma þessara barna, sem við þurfum virkilega að huga að. Annað sem ég get ekki annað en nefnt er að klukkan á Íslandi er rangt stillt. Við getum verið sammála eða ósammála það hvort það eigi að breyta henni, en það er misræmi á milli sólar og staðarklukku á Íslandi. Það munar 1 til 1,5 klukkustund eftir hvar við búum á landinu. Og það er sem sagt þegar við vöknum klukkan 7 í Reykjavík, þá er sólarklukkan í raun 5:30. Hádegið okkar sem á að vera klukkan 12 er klukkan 1:30. Og ef við skoðum þessa mynd þar sem við horfum á tímabeltið sem við tilheyrum, GMT 0, þá sjáum við að Ísland er langt út fyrir þessa línu. Og þessi ákvörðun var tekin af viðskiptalegum forsendum árið 1968 og þetta hefur mjög margt breyst í samfélaginu síðan þá og miklu meiri skilningur á mikilvægu dægursveiflu og líkamsklukku. Það var í rauninni engin þekking á þessum tíma þegar þetta er ákveðið. Og eins og ég sagði ykkur áðan þá er birtan á morgnana mikilvægust og það er akkurat sú birta sem við missum af út af þessari tímaskekkju. En skiptir þetta máli? Við búum á landi þar sem er 4 klukkutíma birta í desember og svo sjáum við ekki myrkrið í einhverja mánuði á sumrin. Skiptir þetta virkilega máli? Við hjá Hinu íslenska svefnasóknarfélagi teljum að svo sé og svefnsérfræðingar á Íslandi og það sem gerist þegar það er svona misræmi er að það getur valdið svokallari klukkuþreytu, social jet lag á ensku. Og ef þið reynið að máta þetta við ykkur og börnin ykkar, þá fólk sem upplifir klukkuþreytu, það vill sofna og vakna seinna og það gerir það þá helgar og á frídögum þegar það getur, heldur en á virkundögum. Þannig að við erum að þvinga þetta fólk fyrir í háttinn og að vakna fyrir morgnar en það myndi vilja. Og það eru rannsóknir sem sýna að við séum að fara að sofa seinna, 1 klukkustund seinna, heldur en nágrannaþjóðir okkar.
Að sama skapi vitum við að íslenskir unglingar eru að sofna mjög seint. Það eru nýlegar rannsóknir frá Björgu Þorleifsdóttur, hluta til óbirt, en sem sýna að íslenskir unglingar sofna sérstaklega seint í samanburði við aðra þjóðir. Og við getum spurt okkur hvort þetta sé hluta ástæðunni fyrir brottfalli úr framhaldsskóla á Íslandi. Mikið á óútskýrðu brottfalli. Er þetta af því að börnin okkar komast ekki af stað í skólann? Þau eru svo þreytt á morgnana. Og við vitum frá rannsóknum hjá landlækni að margir tíundabekkingar eru að sofa einungis 6 tíma á nóttu á virkum dögum. Og við erum að tala við erum að mæla með því að þau sofi 8 til 10 tíma. Þannig að það er gríðarleg svefnskuld hjá þessum hópi. En heima, það eru auðvitað samfélagslega breytingar sem má gera og ég tel að hygglust að við ættum að skoða. En heima þá er hygglust að gera margt líka. Ingibjörg mun fjalla nánar þetta en við þurfum hygglust að passa upp á koffínmagn. Við vitum að allt koffín sem við innbyrðum, bara jafnvel frá hádegi, er að hafa áhrif á sofnunartíma kvöldið. Og það er orðið mikið í tískunum að drekka mikið koffín hjá yngri hópi og við erum að venja þá börnin okkar mjög snemma á að halda sig gangandi á kaffi og koffíni. En við tökum svona almenn svefnráð, eins og ég nefndi áðan, reglulegi svefntímar, líkum helgar og það sé nægur svefn inn í þeim tíma. Sofna og vakna á svipuðum tíma á frídögum, hafa góða rútín á kvöldin, gríðarlega mikilvægt, sleppa snjalltækjum, tölvuleikjum og fleira svona cirka 2 tíma fyrir svefn. Frekar að nota þetta sem tækifæri fyrir fjölskyldustund, lesa saman, spila, eitthvað afslappandi, heitt bað eða eitthvað slíkt. Og svo að hafa góða rútínu fyrir svefnin, sérstaklega hjá yngri börnunum, lesa saman eina bók, syngja eitt lag. Það er strákunum mínum finnst mjög gaman að láta tásurnar geispa. Það er semst hægt að láta tásur og líka sparta geispa, því að leið og ég fer að tala geispa við ykkur, og ég fer að geispa við ykkur og því ég fer að geispa sjálf, þá ósjálfrátt byrjum við að verða syfjuð. Það er eitthvað svo sérkennilegt með geispan. Huga að góðu svefnumhverfi. Hafa herbergið svalt, ekki of kalt, en ekki mjög heitt heldur, dimmt. Við þurfum að huga því á Íslandi að hafa ljósið sé ekki að skína inn hljótt og þægilegt rúm með þetta, að huga að því að börnunum okkar líði vel og sofi vel í herberginu og að bara taka tækin út, ekki leyfa börnunum að hafa raftæki og síma inn í herberginu á meðan þeir sofa. Skilja þetta eftir frammi og foreldrarnir gera jafnvel það sama. Snjallsíminn er miklu meira en tímaþjófur, hann hefur mikil áhrif á gæði svefns og það eru rannsóknir sem styðja það, sérstaklega þegar hann er notaður seint á kvöldin, að seinka svefntíma, minnka svefngæði. Svo er þetta með að reyna að sofna, ef við liggjum upp í rúmi og ég verð að sofna, ég get alveg lofað ykkur því að þið sofnið ekki og það sama við börnin okkar. Þannig að það er frekar ef að börnin eru kvíðin eða eitthvað slíkt að huga að jafnvel slökunaræfingum, anda inn og út, telja niður frá 1000, það er ýmislegt sem hægt að gera. Jafnvel fyrir eldri krakka þá eru til í síman auðvitað, en svo ég segja nú á móti sjálfur mér, en það er sem sagt með fríum svona aðferðum til þess að hjálpa okkur að læra að slaka betur á. Og svo auðvitað þegar það er vetur og myrkur á Íslandi og sérstaklega þessi börn sem að þurfa að vakna unglingar, vakna rosalega snemma á æfingar, að við getum hugað að svokölluðum skammdegisljósum sem kom í staðinn fyrir sólarljósið. Þetta er svona 10.000 lux birta sem hefur raunverulega áhrif á dægurryþmann okkar og hjálpar okkur að halda okkur á réttum tíma. Það eru alls konar öpp sem eiga að mæla svefn og hjálpa manni með djúpsvefn og vita öll gæði svefnsins. Ég myndi ekki treysta á þetta. Það sem er helst nýtilegt úr þessu eru úrin sem geta sagt okkur sirka hvenær maður fer að sofa og hvenær maður vaknar, en ég myndi ekki taka neinar fleiri upplýsingar úr þessum tækjum sem er. Sama við með öll þessi blessuðu bætiefni fyrir svefn. Þetta er mjög lítið rannsakað flest af þessu, mæli alls ekki með því að þið séu að dæla þessu í ykkur eða börnin. Og við vitum að fólk er að leita mikið í melatónín og það er ekki mælt með því að fólk sé að taka melatónín sem bætiefni, hvað það fyrir krakka og unglinga. Þetta er lyfseðilskylt lyf á Íslandi, ætlað fyrir 55 ára og eldri. Þannig ég mæli alls ekki með því frekar að leita til svefnsérfræðinga og fá aðstoð ef að fólk er í miklum vandræðum með svefnbarnanna sinna. En ef við tökum þetta saman, hvernig getum við bætt svefnin til þess að hjálpa okkur að vakna fyrr, þá er auðvitað gott að fara út í sólarljósið þegar það er í boði, eða nota tæknina til að hjálpa okkur þegar sólarljósinu nýtur ekki við. Þá eru til þessi skammdegisljós, hreyfing, fara á fætur, vera með rútínu á daginn og það sem veldur því að við eigum erfiðara með að sofna á kvöldin eru auðvitað koffíndrykkirnir,
eftirmiddagsblundir, hreyfing seint á kvöldin, það líka mikið atriði, maður getur ekki ætlast til þess að maður geti farið í mikla æfingu og sofna strax. Þannig að það annar æfingatími sem þarf að huga virkilega að og þessi blessuðu tæki sem við þurfum að ná út úr herbergjum barnanna okkar. Þannig að bestu þakkir fyrir mig og Ingibjörg tekur við. Já, góðan daginn. Næring og börn, þegar ég var beðin að tala næring og börn, þá velti ég fyrir mig hvað á ég að fókusera á, því að þetta alveg óbúslega stórt felt. En ég ætla að fjalla svolítið mikið samfélagið og fara svo yfir í hvernig næring og svefn tengist, vegna þess að það umfjöllunarefni dagsins. En eins og ég segi, næring alveg óbúslega stórt felt og hér sjáum við í raun og veru efnisyfirlit í bókum norræna ráðleggingar næringarefni og þið sjá að ég geti staðið í allan dag ef ég ætla að fjalla mikilvægi hvers einasta efnis fyrir þroska og heilsu og vöxt barna. En til þess að gera langa sögu stutta þá hefur embætti landlæknis gefið út mjög einföld ráð, alveg afskaplega einföld ráð fæðuval sem byggir meðal annars á fæðuframboði á Íslandi og það í raun og veru bara þannig að ef að þessum einföldu ráðum fylgt að þá ættu flestir einstaklingar meðal annars börn að fá allt sem þau þurfa. Vandamálið kannski að þessum ráðum ekkert alltaf mjög vel fylgt en ég hef svo sem enga aðra lausn fyrir foreldra heldur en að reyna sitt besta að reyna að nálgast þessar ráðleggingar eins mögulega og hægt En þegar við fjöllum börnin að það svo óbúslega margt sem hefur áhrif á börnin og hvað þau borða. Ég sé að þessi sæta stelpa að borða bara spagetti. Þessar myndir voru settar inn eftir á. En það náttúrulega heimili og fjölskyldan að við getum auðvitað haft alveg gríðarlega áhrif á framboðið heima og ákveðið að eiga ekki til einfalda hluti sem börn sækja í. Við getum líka þegar að börnin orðin eldri að það mjög mikilvægt að kenna þeim að útbúa mat sem meira en bara eitthvað snarl. Við þurfum að kenna börnunum að elda sér. Vegna þess að þegar að börn orðin kannski 14-15 ára gömul og að fara á íþróttaæfingar í kjölfar skóla og koma kannski síðan ekki heim fyrir kvöldmat, að þá þurfa þau að hafa færni og til þess að útbúa sér eitthvað sem staðgott. Það til mjög góða leiðbeiningar fyrir dagforeldra og fyrir leikskóla og það búið að uppfæra leiðbeiningar það hvernig matur á að vera í skólanum. Við getum gert heilmikið samt til þess að bæta matarumhverfi barna og það verið að vinna verkefni hér og þar og heilmikið sem við getum gert til þess að stuðla því og ég heyrist og sýnist á öllu sem í gangi að við erum sem samfélag kannski orðin mjög sammála að við verðum að gera matarumhverfið betra. Og það verið að vinna góða vinnu alls staðar út allt, embætti landlæknis í samstarfi við sveitarfélögin, setja upp tékklista og gátlista næringu fyrir heilsueflandi samfélög. Þarna eru mjög margir góðir punktar. En margir af þessum punktum kosta peninga, þannig að best að vera pínu pólitísk og spyrja þessara spurningar af hverju matarumhverfi barna ekki meira kosningamál heldur en það virðist vera á þessu vori. Því að sumt af þessu kosta peninga, það þarf að fylgjast með þessu, það þarf fólk til þess að fræða og það þarf að skrifa þessar leiðbeiningar. Það skrifast ekki á sjálfu sér. Þetta aðeins orðið kosningamál. Ég sá þetta, ég fekk þetta sent í pósti að Reykjavíkurborg kom með matarstefnu, þarna mjög margir góði punktar. Kópavogsbær búinn að ráða næringarfræðing til þess að stuðla að bættri lýðheilsu þar. Þannig að það ýmislegt sem í gangi. En spurning dagsins kannski að hvort að við tölum kannski allt og lítið óhollustuna. Við þá meðvituð ákvörðun að reyna að fá fólk til þess að borða hollari mat, hvetja fólk til að borða ávexti og grænmeti, fisk, grófar kornvörur og að reyna að tala þetta alltaf frá jákvæðahliðinni. En það spurning hvort að við tölum of lítið þessar vörur sem við myndum
gjarnan ekki vilja sjá í mataræði barna og unglinga. Og í rannsókn sem var gerð fyrir þó nokkuð mörgum árum síðan fyrir miður að það var alltaf 30% af orkunni sem að börnin borðuðu kom úr svona vörum sem að gefa akkurat ekkert annað heldur en bara orkuna en engin næringarefni til þess að vinna úr. Og það alveg þegar ég fór að skoða vel það rannsóknir sem hafa verið gerðar sem tengja saman næringu og svefn að það mjög margt mjög sterkar vísbendingar að séu sterk tengsl en ég skoðaði sérstaklega íhlutandi rannsóknir þar sem að menn hafa beinlínis farið inn og skert svefn hjá úlingum og hjá fullorðnu fólki og það mjög sterkar vísbendingar það að fólk sæki þá meira í þessar vörur ef það rænt svefni og þannig að það mjög mikla líkur á því að við getum með því að bara taka í og laga svefn hjá ungu fólki að það yrði minni sækni í óhollustum og orkuríka matinn. Það minna skrifað sem sagt hvort að það að bæta næringarástand og breyta fæðuvenjum hvort að það hafi áhrif á svefngæði en þó eru til nokkrar rannsóknir en vantar kannski fleiri til þess að geta sagt með skýrum hætti já þetta gengur í báðar áttir. Við getum byrjað að vinna í svefninum og bætt þannig næringuna og öfugt. En það eru vísbendingar. En svo hugsaði ég hvað á ég leggja áherslu á því næringin svo stórt svið þannig að ég ákvað að taka fyrir koffeindrykkina og ég var í viðtali í fjölmiðlum í gær og það segir við mig góður maður að þú ert oft svo varkár í fjölmiðlum þú lítur að vera oft æstari inn í þér heldur en þú lítur út fyrir að vera og ég viðurkenni það alveg, ég oft miklu æstari inn í mér heldur en að ég lít út fyrir að vera og þið getið látið mig vita ef ég verð orðin svona í framan því að það eru sumir hlutir sem mér finnst skrýtnir að mér finnst skrýti hvernig hlutir þróast og sérstaklega varðandi upplýsingaflæði til neytenda oft á tíðum en svona áhætta sem hefur verið tengd neyslu koffíns að þetta efni sem búið að vera sem við erum búin að neyta í gegnum tíðina og margir drekka mikið kaffi en Matvælaöryggisstofnun Evrópu hún hefur sett fram ráð eða leiðbeiningar sem ekki beint efri mörk hættulausrar neyslu heldur það að það sé ólíklegt að einn skammtur af koffíni sem eru þá alltaf 200 milligrömm fyrir fullorðinn einstakling að það ólíklegt að það hafi teljandi áhrif á blóðþrýsting eða aðra heilsufarsþætti. Og síðan segja jafnframt að neysla alltaf 400 milligram af koffíni fyrir þá þennan fullorðna einstakling að það sé ólíklegt að það sé skaðlegt til lengri tíma. Og venjulegur svona 200 millilítra kaffibolli gefur cirka 100 milligram þannig að það ólíklegt að 2 bollar hafi einhver áhrif á heilsufar og fyrir fullorðna einstaklinga. Ástæðan fyrir því að það ekki gefin efri mörk að neysla á koffíni það mjög breytilegt hvaða áhrif þetta hefur á einstaklinga. Sumir eru mjög viðkvæmir meðan aðrir eru minna viðkvæmir og það náttúrulega það hafa þeim svona bráðum eitrunareinkennum sem eru þá magaverkur, svefnleysi, höfuðverkur, flensueinkenni og jafnvel flog. Þeim hefur verið lýst við neyslu allt frá 750 milligrammum hjá þessum fullorðna einstaklingi. En svo verðum við að hugsa að hér erum við með börn og það ekki mælt með því að neysla koffíni fari yfir 2,5 milligram á kíló hjá börnum. Og þá það náttúrulega börn eru misþung og mismunandi aldri en fyrir 30 kíló af barni þá þetta 75 milligram og þið getið svo reiknað eftir hvað þið eru með gömul börn. Og aftur minn ég á að svona venjulegur
svona svolítið góður kaffibolli gefur 100 milligram. Það sem hefur verið að gerast undanfarið að styrkur, ég kannski byrja á þessari glæru, að styrkur af koffeini í drykkjum á íslenskum markaði að aukast. Og þetta gömul skýrsla frá Umhverfisstofnun sem var gefin út 2006, þetta eru mælingar sem voru gerðar 2005, að þarna sjáum við þau vörumerki sem voru sterkustu drykkirnir á þeim tíma, sem voru að gefa þarna í kringum 170 milligram á lítir, sterkustu drykkirnir. En þessir nýju drykkir sem eru á íslenskum markaði í dag, að þeir eru flestir að gefa 320 milligram í lítir og þeir sterkustu sem hafa núna verið leyfðir með sérmerkingu að þeir séu ekki ætlaðir börnum yngri en 18 ára, að þeir innihalda alltaf 550, sem svipaður styrkur og í kaffi. Og það alltaf hægt að halda því fram að þetta kannski ekki verra en kaffi, en málið með kaffi að það svona frá náttúrunnar hendi svolítið beist og ekki endilega eitthvað sem að unglingar hafa áhuga á að þamba. Það líka heitt, þannig að þú þambar ekki, þú þambar kannski ekki svo glatt hálfan lítir af kaffi án þess að bara finnast það bara ógeðslegt. En þessir drykkir sem að koma, þeir eru, þó þeir innihalda ekki sykur, þá eru þeir sætir á bragðið, þeir innihalda einhver bragðefni, þannig að það auðveldara að þamba á stuttum tíma mjög mikið magn af koffeini. Og það sem ég ætla að sýna hér að það eru þessar undanþágur sem búið að veita, og þær eru náttúrulega veittar af eftirlitsstofnun hérlendis, þannig að það ekki hægt að segja að ég get ekki verið rosa hörð og sagt að þetta sé bara ekki í lagi, þó mér finnst það persónulega. En það sem ég get sett út á hér að þessi skammtur sem ég með aðra tegund að þetta einn kaffibolli, þetta eru næstu 2. Og þetta bara nákvæmlega eins umbúðir. Og þessa vöru má ekki selja börnum yngri en 18 ára. Það mætti selja þetta þó þetta sé náttúrulega ekki æskilegt. En það má ekki selja þessa vöru börnum yngri en 18 ára. Ég fór og keypti í bara mínu nærumhverfi þá orkudrykki sem ég sá, og þetta bara á mjög svipuðum stað í búðinni. Og það þarf mjög athugulega búðarstarfsmenn eða afgreiðslu starfsmenn að gera greinamun þegar þú ert að henda þessu yfir afgreiðsluborðið. Og þetta merkt, jú, vissulega þetta merkt, en ég ekki viss að fólk átti sig á að þessir skammtar, hvort sem við erum að tala 320 eða 550, að þetta 3 til 5 sinnum hærri styrkur af koffeini heldur en í venjulegum kóladrykkjum sem við erum búin að vera á markaði hér, og við höfum samt með þá kóladrykki haft áhyggjur af yngstu börnunum að það sé auðvelt að fá of mikið koffi. Þannig að þetta bara eitthvað sem við þurfum að hafa í huga. Annað sem að gerast, og ég held að við höfum verið á rannsóknastofu næringarfræði, hún situr nú hún Erna sem hefur nú skrifað þessi álit fyrir okkar hönd, að ég var frekar hissa kannski að sjá að vara sem að inniheldur B-vitamin yfir skilgreindum efri mörkum neyslu, að hann skildi hafa farið í sölu. Við lögðum til að þetta yrði ekki ráðlagt, en svo erum við með til vara ef heimildirnar eða sem sagt rökstuðningurinn gegn því að þessi vara fengi að fara á markað, að allar þessar merkingar sem lagðar eru þarna til, þær eru vissulega á vörunni, en það eiginlega svona svolítið óþægilegt þegar að svona venjulegur drykkur, eitthvað sem að flokkast sem matur, farið að gefa vítamín í magni sem eru yfir skilgreindum efri mörkum hættulausra neyslu. Og við erum að tala að ein dós gefur 20 milligram af B6 og skilgreind efri mörk fyrir fullorðna jafnvel eru 25. Þannig að það gætu komið fram einkenni eins og skynntruflanir, doði í höndum og fótum og doði í kringum munnin, að við séum komið með vöru sem að getur valdið svona einhvern svona
instant áhrifin bæði til örvunar og doða. Mér finnst þetta bara skrítin þróun og það eru merkingar umbúðum, en hvernig ætlum við að koma í veg fyrir að börn og unglingar kaupi þessar vörur, því að þetta út allt. Þannig að það kannski spurningin sem er, og í þessum drykkjum, og það er í mörgum af þessum drykkjum ofboðslega hátt magn af B-vitamínum sem eru vatnsleysanleg, sum geta verið skaðleg háu magni en önnur ekki, en ég get ekki með nokkru móti skilið tilganginn. Af hverju viljum við fá alltaf 10.000 faldan ráðlega dagskammta af B12-vitamíni úr einhverjum drykk? Já, ég skil ekki alveg tilganginn vegna þess að B-vitamínin fáum við bara úr fæðinu hér og þar, og ég hugsa bara að mér finnst eins og við séum að sigla inn í svona nýtt ofneyslu tímabil. Við erum búin að læra núna á síðustu 10-20 árum hvað það sem við getum gert til þess að koma í veg fyrir að börnin okkar verði of feit, en núna þurfum við að fara að hugsa hvað getum við gert til þess að koma í veg fyrir ofneyslu á vítamínum og steinefnum, og það kannski ekki fyrir en eftir 20-30 ár að við föttum það og þetta var kannski ekki svo sniðugt að vera að þamba að fullt af drykkjum sem að innihalda þessi ofboðslega mikla magn af allskyns efnum. Við verðum kannski komið með svona B-vitamín bætta fisk í framtíðinni, af því að við erum að skila einhverju, þetta er svo mikið sóun, þetta er svo mikið, Heyrðu, en ég breytti handritinu af þessum fyrirlestri vegna þess að þegar maður byrjar að grúska þá leyfði ég mér að breyta handritinu, en rektor sagði að ég ætla að tala um þroska og næringarefni sem er mikilvægt fyrir þroska. Ég ætla bara að enda á því að benda ykkur þá á, ég er búin að taka þetta allt saman á heimasíðu sem heitir Næring móður og barns, og þar með stuðningi Lýðheilsusjóðs þá gátum við loksins opna þessa síðu. Þannig að hún er núna opin, það er fullt af fróðleika þarna inni, barnshafandi konur geta farið þarna inn og skimað eigið mataræði, hvort að það séu líkur á að það vanti efni sem eru mikilvæg fyrir fósturþroska, og það þarf ekki að vera óléttur til þess að skrá sig þarna inn. Það eina sem þið þurfið að gera, þið þurfið að búa til eitthvað sem heitir einhvers konar meðganga, en það má alveg skrifa eitthvað sem heitir undirbúningurinn og prófa að svara þessum spurningum og sjá hvar þið standið. En í þeim rannsóknum sem við höfum gert að þá eru meðal það þarf bara að búa sér til meðgöngu og svo getur maður byrjað að svara spurningunum. Og í þeim rannsóknum sem við höfum gert núna meðal barnshafandi kvenna þá eru konurnar að fá 5 stig af 10 mögulegum að meðaltali, þannig að þið getið séð hvar þið standið með við þær, og þeir eru að fá 2 óhollustu stig að meðaltali, en við viljum kannski fókusera á að eyða út þessum óhollustu stigum sem að gefi til kynna að sé margt sem mætti bæta. En það sem að kannski grundvallaratriði bæði fyrir barnshafandi konu, fyrir unglinga, fyrir ungbörn, fyrir alla, það eru til leiðbeiningar, og af þeim rannsóknum sem við höfum gert að bara ef að þessum ráðleggingum fylgt, allavega nálægt í að vera fylgt, að þá ekkert að. Þetta ekkert ofboðslega flókið. En þegar við erum hætt að treysta matnum, bara basic mat sem að venjulegum mat, og höldum alltaf að við þurfum að sækja efni og annað út fyrir þennan venjulega mat, að þá getum við farið að lenda í vandræðum. Takk. Kæra þakkir, Erna og Ingibjörg. Ég ætla að leyfa okkur að fara nokkrar mínútur yfir tíman vegna þess að við þurfum að byrja aðeins og seint. Þannig að við höfum kannski 10 mínútur núna fyrir spurningar, þannig að endilega ekki hyggja við að spyrja. Gjörðu svo vel. Mér langar að spyrja þessar rannsóknirnar, ef maður í skuld, ef krakkarnir sér í skuld. Já. Hvernig ráðleggur þá frekar að taka það svona smátt og smátt þannig að það komist aftur, eða bara í rúmi klukkan 7?
Já, þetta er mjög góð spurning. Það er náttúrulega mjög erfitt að taka barn sem er vant að fara að sofa klukkan 10, 11 á kvöldinu og segja, jæja, drengur, í rúmið með þér núna klukkan 7. Ég fór á svefnfyrirlestur í dag og við ætlum bara að taka þetta allt hérna. Ég myndi miklu frekar mæla með að gera þetta smám saman. Og eitt af því sem maður getur gert er að ná sér í svona svefndagbók á netinu. Ef þið skrifið inn svefndagbók eða sleep diary á ensku, þá er þetta að byrja á því að fylla út í 1-2 vikur og sjá svona hvernig svefnin er hjá krökkunum og unglingunum og fullorðnir geta auðvitað gert þetta sjálfir og sjá svona hvar vandamálin eru og taka þetta frekar smám saman. Skoða þá kaffið, skoða blundana og byrja á því að leyfa þeim ekki að sofa svona lengi út helgar. Og svo kannski bara korter í einu, korter fyrir í háttinn, hálftíma fyrr, bara í rólegheitunum. Telurðu það að fara fyrr í háttinn, tekur það að vera með í svefninum? Já, það er náttúrulega... Við að komin ró, að það sé... Nei, það er nefnilega, svefn er svo ótrúlegt ástand að það að liggja og hvíla sig getur aldrei komið í stað fyrir raunverulegan svefn. Þannig að á endanum þurfum við auðvitað að fá svefn á þessum tíma. En til þess að geta fengið svefnin, þá verðum við að byrja á því að slaka og loka augunum. Þannig að hluti af því er að komast fyrir í rúmið og byrja að slaka. Ég er með hljóðan. Já, þakka ykkur æðislega vel fyrir báðar tvær, þetta var mjög gott og gott yfirlit og það eru margar spurningar sem ég myndi vilja ræða við ykkur. En mér langar að spyrja, bara er ekki raunverulega komin tími á ákveðna að leiðilegt að tala einhverjar herferðir eða samfélagsátak, en stundu þurfum við það hreinlega og miða við líðan barna og svona tölur sem við erum að heyra í samfélaginu á þess að nokkur sé það kennt að þá er þetta ekki einmitt þessir daglegu þættir sem að geta bætt líðan barnanna okkar verulega og þarf ekki eitthvað, gæti verið eitthvað sameiginlegt í því samhengi. Reglur að bæta bæði mataræði og svona daglega venjur eins og svefn. Ég get ekkert svarað þessu neitt rosalega vísindalega, sko. Það vantar kannski gögn til að styðja það með óyggjandi hætti, en jú, örugglega við erum svolítið góð í átökum, held ég, Íslendingar. En mér finnst vera margir góðir litlir hlutir að gerast og bara fréttir frá því í gær að tillögur að setja sykurskatt aftur á og svona, að þó burtséð frá því hvort það virki eða ekki, að þá er þetta ákveðin yfirlýsing, samfélagsleg yfirlýsing. Við vitum að það virkar í samfélagslega gerð. Já, en burtséð frá því að við munum safna nógu góðum gögnum til að geta sagt það með óyggjandi hætti, þá er þetta samt yfirlýsing að við ætlum ekki að hafa þetta svona og það er sama með svefnin. En ég veit alveg að það eru margir sem eiga hunda og ég á 9 hvolp. Og eitt af því sem fylgir að hann þurfa að sofa 18 tíma. Og eitt af því fyrsta sem maður er beðinn ef að hundurinn er pirraður skrifaði niður hvað hundurinn sefur mikið. Athuga hvort það sé hægt að láta hann sofa meira. Og líka með það að passa að gefa honum ekki mikið að borða því að þá geta hann orðið nóg feitur. Þannig að það eru við fylgjum. Þetta tekur allt tíma. Þetta er alveg ógeðslega mikið tími sem fyrir þetta og það þarf jafn mikið tími að fara í uppeldi á börnum eins og hundum. Svo ég fái nú að svara, takk fyrir það, svo ég fái nú að svara þessu líka, þá tel ég að við sjáum þessar raunverulegu tölur og það eru rannsóknir sem sýna, íslenskar rannsóknir, að íslenskir unglingar séu svo 6 tíma að nóttu að meðaltali og við vitum að þetta er allt of lítið og svo þegar ég verið að fara og aðrir sem eru svefnsérfræðingar á Íslandi erum að fara og halda erindi út í bæ og tala meðal annars bara snjallsímana, að leggja símanum frammi, foreldrar hlæja. Þau hlæja að ómöguleika þess að ná símanum og spjaldtölunum af unglingunum og setja þetta fram, af því þetta er ekki samfélagslega viðurkennt að taka tólin af þeim. Og það er rosalega erfitt fyrir eitt foreldri að ætla að taka þessa ákvörðun. Þannig að ég er fullkomlega sammála Ingu og takk fyrir að benda á þetta, að ég held að það er virkilega komin tími á átak og ég held við getum gert miklu meira saman og við sem íslenskt samfélag, við vitum að við getum gert svo mikið hér á Íslandi og ég held að það sé hygglust tímabært. Takk. Tala með hátt, sko. Já, hæ. Ég nefnilega hef aðeins verið að skoða þetta og var með fyrirlestur daginn bara í háskólanum og þar var einn
kennari sem hefur semst verið í grunnskólum borgarinnar og var semst að leggja drög að því að myndi seinka skólanum. Og það var ekki samþykkt vegna þess að börnin vildu það ekki. Þannig að ef þau byrja klukkutíma seint í skólanum, þá hætta klukkutíma seint í skólanum. Þá missa það æfingu, þá missa það þessu og þá ná ekki fyrir námsnám og svo. Hvað myndir þú segja við þennan mann eða börnin? Ég tel að við þurfum líka að fara að skoða æfingatíma á barninu okkar. Þannig að ég held að við þurfum að gera þetta saman. Það er mjög erfitt fyrir einn skóli að ákveða að seinka skólatíma og svo rekst það á við æfingatíma og allt slíkt. Og við þurfum að huga því, ég verið að halda fyrirlestra fyrir sundfólk meðal annars, sem gríðarlega syfjað, það vaknar svo snemma á æfingar, og svo eru aðrir afreksíþróttamenn sem að æfa gríðarlega seint á kvöldin og geta ekki sofnað. Og við þurfum að hugsa þetta upp á nýtt. Viljum við að börnin okkar séu öll á yfirsnúningi, hlaupandi eins og hamstrar í hjóli allan daginn, eða viljum við breyta bara þessari umgjörð sem við erum að láta börnin okkar unglingar í, sem að heldur svo áfram fram á fullorðinsár. Þannig ég held að það er alveg rétt hjá þér, við þurfum að gera þetta saman og svo er þetta erfitt að segja, já, barnið vill þetta ekki. Það nú kannski ekki góð rök, börnin vilja örugglega líka mörg halda áfram að drekka þessa drykki, en ef við vitum betur, þá tel ég samt að við þurfum að taka ákvörðunina. Takk. Ég tala nógu hátt. Það er samt það. Já, ok. Seinkunarskóla, það er seinkunarskóla í hverfinu hjá mér. Já. Í mínu hverfi, þau byrja 9:40, frá 6 ára bekk upp í 7. til og með 7. Þegar þau eru í 8., 9. og 10. þá byrja 10 mínútur yfir 8. Þetta er klassískt á Íslandi og ég held annars staðar að börnin verða eldri og eiga að taka meiri ábyrgð og vakna bara fyrr, en við erum algjörlega að vinna á móti því sem við þekkjum sem sérfræðingar. Og kannski hefur við sem sérfræðingar ekki verið nógu duglega að koma okkar sjónarmiðum og okkar fræðum á framfæri, sem eru auðvitað ástæðan fyrir að við stöndum hér í dag og erum að kynna það sem við vitum að er raunveruleg fræði. Og við þurfum að laga þetta, við þurfum að breyta þessu. 6 ára börnin getur örugglega mætt aðeins fyrr, en þessi 15 ára ætti ekki að mæta 8-10. En þá kemur líka hitt sem er á móti að þau byrja 20 mínútur í 9, 6 ára börnin. Já. Þú ert ekkert að skilja 6 ára börnin eftir með serióskála og segir bara, heyrðu, þú rettar þér í hringíði þegar þú ferð. Nei. Þannig að það okkar hjónar sem er heima til þess að koma börnunum í skólan er aldrei komið vinnu fyrir í fyrsta lagi 10 mínútur í 9. Það er nú, í mörgum skólum vistun fyrir áður en skólinn þegar við byrja fyrir þessi yngri börn, þannig að það er hægt að leysa þetta líka með mismunandi hætti. Við erum jú með eftirskólavistun fyrir börnin okkar, flest hver yngri börnin sem get ekki verið ein heima, þau eru í eftirskólavistun, getur það verið forskólavistun fyrir yngri börnin eða þarf ekki að breyta skólatíma fyrir yngri börn. Þetta er eitthvað sem við þurfum að skoða saman, nákvæmlega hvernig við útfærum þetta, eitthvað sem við þurfum að skoða í sameiningu sem samfélag. Takk fyrir áhugaðan og mjög fræðandi fyrirlestur. Eiginlega beina fókusin aftur á matvæli. Ég myndi þess að Ingibjörg segir það margt gott að gerast, en ég myndi að benda á það sem að skýtur svolítið skökku við að ríkisstjórnin var að fella niður skatta eða tolla innfluttum gervimat og við myndum að vera pítsutili eða maður slíkt. Hvort að þurfum ekki meira samhæft átak þar sem að bæði nærfræðingar og ríkisstjórn allir spila saman í að minnka aðgengi barnanna að slíkum mat. Hvað er hvort þú ert ekki eftir þessu sama og hvað er þín viðbrögð því? Sko ég var rosalega sjokkeruð þegar komu fréttir af því að það væri verið að lækka álögur á snakk til dæmis. Og þetta er ekkert í samræmi við álit frá embætti landlæknis eða neitt, þetta er bara pólitík sko, á mörgu leyti. Þannig að það er margt sem ég skil ekki, eins og ég sagði, það er margt sem maður skilur ekki, en hins vegar skil ég alveg að bak því hver einustu fæðutegund og vöru sem er þarna út á markaði er fólk og fjölskyldur og einhver sem hefur lifibrauðið sitt af því að selja viðkomandi vöru. Þannig að þetta verður alltaf voðalega viðkvæmt og erfitt mál, en ég er alveg fyllilega sammála að það ætti
óhollari kosturinn ætti að vera dýrari. Það á ekki vera hægt að fara út í búð og kaupa 3 snakkpoka fyrir 1000 kall. Veist, þetta er allt ódýrt, finnst mér. En ég náttúrulega ég er ekki lögfræðingur eða pólitíkus og eins og ég skil stundum ekki hvernig hlutirnir gerast. Það er bara einfalt mál. Það er ekki samræmi við lýðheilsu, það er algjörlega ljóst. Og ég veit alveg að þeir 2 næringarfræðingar hjá embætti landlæknis hafa haft mjög hátt, en þær eru náttúrulega bara 2 og þær hafa mjög hátt en svo gerast bara hlutir sem við skiljum ekki. Takk. Rétt áður við förum, afsakið, ég ætla að langaði mig bara að þakka Ernu og Ingibjörgu innilega vel fyrir. Markmiðið með þessari fundaröð er að taka okkar frábærustu vísindamenn og koma þeirri þekkingu sem þeir hafa yfir að búa til samfélaginu til gagns. Og það var sannarlega gert í dag. Mér langar líka að benda ykkur á að það ýmiss konar efni á Facebook-síðu viðburðarins, þar sem eru meðal annars viðtöl og streymi og fleira. Og að lokum, eins og Jón nefndi, síðasti fyrirlesturinn í þessari fundaröð verður í lok þessa mánaðar. Hann heitir Hvernig höldum við gleðinni í íþróttastarfi á tímum afreksmennsku og það er sannarlega mál sem ég held að margir kennarar og fagfólk sé að velta fyrir sér. Þannig ég vonast til að sjá okkur þar líka. En annars þakka ég ykkur bæði fyrirlesurum og gestum innilega vel fyrir í dag. Takk.